Þá ætlum við að halda áfram hérna í föstudagsþættinum. Í fyrra þá fór ég á hátíð á Ásgarðsströnd sem kölluð rockhátíð og núna hún framundan og ég get alveg lofað því að þetta alveg einstaklega skemmtileg upplifun að taka þátt í henni. Og ég fengi 2 fulltrúa rockhátíðarinnar til mín. Verið velkomnir herramenn. Hæ. Takk að þið fyrir. Þegar áreynda viðtal byrja þá vil ég segja að þú ert ekkert að vera stressuð sko. Við erum bara menn eins og þú sko. Já, takk. Ég skal reyna að ná niður hérna streitunni í mér. Segðu mér aðeins frá rockhátíðinni. Já, heyrðu, þetta er svona hátíð sem haldin í heimabyggð, Dalvíkurbyggð og sem fengnir eru skemmtikraftar, þetta bara fólk úr heimabyggðinni sem til í að syngja. Já, svolítið. Já. Og þurfa ekkert endilega að vera frábærir að syngja eða neitt svoleiðis, þetta bara þeir sem vilja. Okay. Þetta fjáröflun fyrir Dalvíkurinni og þetta haldið í samstarfi við Brugsmiðjuna. Og svo styrkja fyrirtæki atriði til að syngja fyrir sig. Þannig að þau skora á í rauninni eitthvað fólk til þess að taka lag á hátíðinni? Það væri draumurinn. Já. En það kannski ekki alveg öll fyrirtæki sem gera það, en það alveg til staðar. Sko. Okay. Þetta svona... Já, þetta bara stór hátíð, þetta jafnvel bara á næstu árum fyrir að skáka fisk í deginum. Já, jú. Það er alltaf líkur á því. Sérstaklega við erum að syngja. Já. Og þið eru einu af þeim sem að taka lagið eða eitthvað? Já, verðið einhver uppbytunarbönd þarna á undan okkur og síðan væntanlega verðum við aðalnúmerinn. Já. Mér finnst loftið inn að freka þurrt fyrir raddböndur á mér. Ég verð að skjóta því að. Já. En það sleppur sko. Já, ég getur reynt að... Frábær staður. Rosalega flott. Og eru þið búin að vera að syngja og koma mikið fram? Sko, við erum alveg með 3 myndbönd á Facebook og þau eru öll. Ég held að sé ekki málið að reykja hérna inni samt. Hæ? Nei. Ok. Geymum þetta bara. Þú myndir ekki segja neitt, ég heiti Björgvin Halldórsson, sko. Við erum alveg búin að setja 3 myndbönd inn á Facebook og þau eru öll með yfir 100 like. Já, það er rosalegt. Fullt, sko. Fullt af views og... Þannig að núna á rockhátíðinni þá ætlum við að frumflytja okkar 4. lag. Já. Live. Og endalega. Fyrsta live atriði okkar. Já, fyrsta live. Já. Hvað getið þið sagt mér hinn myndböndin sem hafa fengið alveg bara 100 like? Bara frábær. Já, bara tipptopp. Við tökum lög eftir aðra og semjum nýja texta. Allt raunhæfir textar. Þetta er allt bara úr daglegu lífi okkar. Já, svona ykkar upplifun að bara samskiptum við fólk og hittkynið og svona. Já, aðalega hittkynið. Sko, eftir að ég sló í gegn sem rockstjarna á Íslandi, þá náttúrulega lífið mitt búið að breytast rosalega mikið til hins betra. Byrjar að drekka rosalega mikið af kaffi, latte. Já. Og Snorri að reyna að byrja að reykja. Nauðsynlegt að byrja að reykja til að vera í bransanum, sko. Það allir að reykja. Það þykir ekkert töff, sko. Nei, það þykir alls ekki töff. Það alls ekki töff. En bara til þess að við séum samþykktir inn í bransan, þetta einhvern veginn bara... Mér langar ekkert að byrja að reykja. Mér langar ekkert að byrja að reykja, alls ekki. Ekki að kaffi latte heldur, þetta ekki. En þeir eru svona menn sem langar að spyrja annað málefni heldur en rockhátíð og það er Free the Nipple. Þið hafið væntanlega fylgst með því á samfélagsmiðlum í gær. Hvað finnst ykkur svona pólitískt þetta? Bara frábært. Bara gett. Ég sá á Twitter, by the way, þá sagði ég að þegar ég eignast dóttur, þá vil ég að hún sé stolt af sjálfur sér og sjálfsörugg og frjáls. Með nipples. Já, þú veist, frelsið. Að hún geti verið eins og hún vill. Skiptir ekki máli hvernig brjóstin á hún líti út, en hún falleg eins og hún er. Ég vil bæta það inn í, ég var að kaupa mér iPhone 6. iPhone 6. Já. iPhone 6. 6. Já, það er mjög góð. En halda áfram. Já. En við erum rosalega stoltir af íslenskum konum. Þær eru öðrum konum bara, og bara íslenskum konum líka bara vonandi næri þetta svona, já, vonandi næri þetta svona vind upp á sig. Já, út í heimi. Já. Þú veist, skilur við. Já. Og er þetta ekki það sama að segja með konur í Dalvíkurbyggð og Ásgarðssandi og á rockhátíð? Eru þær ekki alveg með Konur í Dalvíkurbyggð, sko. Jú. Það eru flottar konur. Þær eru glæsilegar. Já. Óvenju. En ég var alveg til í að sjá eina afganska konu, þú veist, Free the Nipple, eitthvað, skilur við. Þú kom með svona út í heim. Já, ertu ekkert komin þar í svona kallrembu? Nei, ég er að segja, skilur við. Já, bara það. Það er að brjótast út. Já.
byrja bara á... Eitt skref í einu. Eitt skref í einu. En er ekki hægt að plata ykkur þá til að taka eitt rockstjörnu lag? Jú. Jú, algjörlega. Það er nefnilega sko, vill svo heppilega til að fæðast ekki allir með svona vöggugjöf eins og Stephen Hawking að vera brjálæðislega gáður. Við til dæmis fæddumst bara með fræðarsóluna í rassinum. Það var bara búið að leggja fyrir okkur leiðina að við myndum ná. Svona rauður dregill. Og við höfum náð. Rauður dregill bara. Og við ætlum svolítið svona að sýna ykkur það í laginu okkar. Já, hversu? Þetta er fyrsta lagið sem við fluttum, eða sömdum. Ok, komið með þetta strákar. Þetta er texti eftir okkur við lag Safety Dance. Lagið Safety Dance. Gjörðu þið svo vel. Það er alls ekki auðvelt að vera ég og þú, vaxin eins og grískóð og fáum örboð til að kissa þína frú. Já, djammið er pínu erfitt, fullt af fimmum niður á bar, kannski 1-6 möguleg 7 að við erum 1-10-nar. Fullkomnir, hey til! Halda við séum leikföng, því við erum fallegir, en við finnum til að svona gerum við nei, fokkið erum fullkomnir. Er ég greminn á amor, svo að stað með stelpurnar, vilja bjóða mér drykk á fyrirmynd ykkur en að rífa með buxurnar. Fullkomnir, stelpur vilja fylgja okkur heim. Fullkomnir, vilja við sonja þeim. Fullkomnir, erum aldrei einhleipir. Fullkomnir, nei, ok, sorry. Hvað? Getum við hérna, ég bara get ekki logið því af þjóðinni að við séum eitthvað frægari en við erum. Svona ég frægur sko. Fyrir hvað ert þú frægur? Ég er markakongur í annarri deild og 2012 og... Hvernig tengist það því að við séum frægir artistar? Já, fyrirgefðu, við erum ekkert frægir artistar. Hvernig tengist það því? Ég er bara að segja að þú er frægur því þú ert frægur sko. Fyrir hvað er ég frægur? Ég vildi bara vera með þér, ég held að þú myndir ekki nenn að hanga með mér. Þú veist, þú ert búinn að vera í Game of Thrones og Íslenska Talent. Já, það er allt all in the past sko. 15 minutes of fame. Ég er bara alltaf þig sko. Heyrðu, fyrirgefðu, ég var að elta þig. Við búum saman og þú markakongur annar deildar, voðalega big shot og eitthvað. Ég vildi ekkert vera minni maður en þú sko. Eru það bara að vera að spinna hvern annan í einhverja vitleysu bara hérna, einhver ár bara? For reals. Það er ekki nema að vona stelpuna líti ekki við okkur maður. Sko, ég slæði bara vindtök í konumálum og hérna er ég að syngja að þær vilja fara heim með mér og eitthvað svona. Ég á 15 vinn á Facebook sko, stelpuvinni. Og 13 af þeim eru skildmenni mín sko. Já, við ættum kannski bara að senda ykkur raunhæfari. Breytum við þetta bara aðeins. Já, afsakið. Sorry. Ekkert mál. Sorry. Það er alls ekki auðvelt að vera ég og þú, því að kvennmennirnir halda að við séum tröllkarlar undir brú. Já, við reynum að hylla gellurnar, en það reynist jafnvel og að frjósa í hel eins og inn á tómum bar. Glataðir, erum ekki happafengir. Glataðir, í besta falli meðaldrengir. Glataðir, að þessum texta tökum við mér. Glataðir, skýrlífi lifum við. Við erum glataðir, hey, fólki mállausi. Erum glataðir. Og að vissuleyti er ég alveg svolítið þakklátur. Ég þoli ekki kaffi latte. Ég finnst ógeðslega það er ekki. Já, hættum þessu bara. Förum á rockatýra. Förum á rockatýra.